Jæja, þá erum við heldur betur komin í orkuskiptin. Hér við hliðina á mér alveg splunkunýr Volkswagen ID4 sem að Hekla hljópundi bagga með til þess að við getum sagt ykkur frá okkar upplifun. Við ætlum að prófa þennan bíl í 6 mánuði. Við ætlum að vera með 2 vídeó í hverju mánuði til þess að segja ykkur frá okkar upplifun og að vera komin yfir á rafmagnsbíl. Rafmagnsbílar á vegum landsins, þeim fjölgar verulega og við erum með bíl í 6 mánuði frá Heklu sem við ætlum að segja ykkur frá allt það hvernig að skipta úr bensínbíl eða bíl með brunavél yfir í rafmagnsbíl. Þegar kemur að velja heimahleðslustöð þá eru við talsmenn þess að vera með áfasta kapal af því að svona okkar reynsla að þegar rafbíleigandi kemur heim þá vill hann einfaldlega bara stinga bílum í samband. Við tölum fyrir að vera með tengil á hleðslustöðinni ef þú ert með bíla sem eru með sikkoru tenginu, einhverju slíku. Og þegar kemur að heimahleðslustöð þá mæli ég oftast hreinlega með því að velja þá hleðslustöð sem hentar þér, sem þér finnst flott, sem uppfyllir þínar þarfir, hentar bílnum, hentar aðstæðunum og bara það sem þú fær bestu lausnina og bestu þjónustuna og besta viðmótið. Allt gerir þetta það sama, þetta hliður bílana með öruggum hætti. Við tókum þá stefnu hjá Ísorku að vera einungis með hleðslustöðvar sem eru snjallar. Það að segja að það hægt að uppfæra þær, það hægt að álagsdreifa þeim, það hægt að stjórna þeim, læsa, opna, mæla rafmagnsnotkun og þess háttar. Þetta allt valkvæðni fítusar sem kosti ekki neitt, bara koma með í pakkanum. Og við trúum svolítið á snjallvæðinguna, sér í lagi af því að þetta að gera svo hratt. Og það ekkert eins fúlt að kaupa sér hleðslustöð og svo uppfærir bílinn og það kemur í ljós að það kom einhver ný prótókoll eða eitthvað firmware og þú ert með úrelta lausn. Þegar kemur að velja hleðslustöð, hvað sem þú ert komin á rafbíl eða ert að velta fyrir að fá þér rafbíl, að farðu kontu til okkar í Ísorku, skoða aðra sem að bjóða, kynntu þetta. Þetta ekki eins flókið og margir halda. Og við forðumst ofta að tala eitthvað kilóvött eða amper eða volt eða allt þetta af því að venjulegur rafbíleigandi bara að leita lausn til þess að hlaða rafbíli sig með einföldum og öruggum hætti. Þannig að við bara komið til okkar í Ísorku og við gerum ekkert annað en að leiðbeina fólki í slíkum aðstæðum. Allar hleðslustöðvar, allar sem við bjóðum og eiginlega flestallar hleðslustöðvar sem við höfum séð frá aðilum sem bjóða lausnir á Íslandi eru gerðar til þess að standa úti og við segjum stundum að hleðslustöðin alveg sama hvort þú sé inni eða úti. Og ef hún rétt sett upp og sett upp af fagmanni sem þekkir til og kann að ganga frá stöðinni, kann að loka henni rétt eins og leiðbeiningar segja, já, þá geta alla stöðvar verið úti og það skiptir engu máli hvort það rigni á hlið eða snjór eða frost eða annað. Besta leiðin til þess að koma stað í hvort þú sé með 1 fasa, hvort þú sé með 2 fasa, 3 fasa og allt sem þetta heitir, leitaðu til rafvirkja, leitaðu til fagaðila. Ekki endilega hringi besta vininn þinn sem þú heldur að vita þetta. Leitaðu til aukils rafverktaka, leitaðu til okkar hjá Ísorku. Við vitum nákvæmlega. Það nóg að fá mynd af töflunni og við getum séð þetta alveg samstundis. Þannig að kynni ykkur það og fáið ráðgjöf, við erum ófeimið við það. Þegar kemur að því að eignast rafbíl og hafa ekki aðgang að einkastæði, þá eru til lausnir. Það til dæmis þá einfaldlega að hlaða hraðhleðslu. Ef þú ert á rafbíl sem með 300-400 km drægni, þá duga að fara á hraðhleðslu kannski einu sinni í viku. Og það ekkert að því. Og hitt að nýta hleðslustöðvar þegar bíllinn stopp. Til dæmis Kringlan, Smáralind, IKEA, Reykjavíkurborg, bílastæðahúsin hjá Reykjavík. Við erum miklir aðdáendur þess að rafbíleigendur hvetji vinnustæðin sinn til þess að setja upp hleðslustöðvar sem bæði nýtast þá í mörgum tilfellum fyrirtækjabílum og nýta síðan starfsmönnum á daginn þegar að fyrirtækjabílinn eru úti og eru að hlaða á nóttunni í vinnunni. Þannig að það bara frábær leið að tala við vinnustæðin sinn og einfaldlega að spyrja eitthvað möguleiki að hlaða bílinn minn hérna í vinnunni og í versta falli ertu á nákvæmlega sama stað ára og spurðir spurninguna. Svo þjónusta sem að Ísorka býður allt frá hugmynd að rekstri og það í rauninni allt frá að selja hleðslustöð, frá því að setja hann upp, frá því að skaffa jarðverktaka, frá því að mála stæði,
frá því að gera úttektir, frá því að gera teikningar og ráðgjöf og þróun. Við Íslendingar okkur finnst ógeðslega gaman að gera met samkvæmt höfðatölu og ég held við sem heimsmeistari í heimsmetum gagnvart höfðatölu. Og þetta rauninni þriðju orkuskiptin sem að Íslendingar ganga í gegnum. Fyrsta orkuskiptin var þegar við rafveitum. Önnur orkuskipti var þegar við vorum hitaveituveitum. Og í dag erum við í orkuskiptum í samgöngum og þetta í fyrsta skipti í sögu Íslands og heldur bara pínu í sögu heimsins sem orkuskipti á samkeppnismarkaði. Og þá breytir svolítið umhverfið. Við getum ekki gert þetta hraðar en bílarnir koma og engin ástæða að offjárfesta en þetta rosalega fín lína hvort það að koma undan hleðslustöðin eða rafbíllinn. Og margir rafbílaeigendur okkur ekki búið að gera þetta og þetta og þetta og vera að kalla eftir öllu þessu. En við verðum að leyfa markaðunum að þróast og þess vegna trúum við á einkaframkvæmdina. Við trúum að rétti aðilar finni sér hlutverk í þessu og þegar það kemur tækifæri á markaðnum þá það alltaf markaðurinn sem svarar því. Þannig að ég tel að þetta sé mjög góðum málum. Það engin tæknileg fyrirstaða, það bullandi þekking í landinu og heimurinn alltaf að vera minni og minni. Við erum alltaf 3 símtölum frá þeir sem veit svarið hvort sem á Íslandi eða erlendis og ég tel að þetta sé í bara skrambi góðum málum og allavega veit ég að þeir aðilar sem við störfum með erlendis, þeir horfa öfundarögum bæði til styrk raforkunetsins, fyrir rafmagni sem í boði, bæði við eigum öfluga virkjanir, við þurfum ekki að virkja fyrir rafbíla, svo það sé sagt. Og það engin tæknileg fyrirstaða, eina fyrirstaðan getur verið mannleg, getur verið skipulagsvald, það getur verið hver á ákveðið hlutverk í þessu og þess aftar. En tæknin til og hún í boði og í rauninni vantar okkur kannski bara fleiri bíla. Við erum alltaf bara rafvirkjameistarar og erum með rafmagnsverkstæði og við erum bara komum til aðilega, við erum vilja að fá stöð og metum aðstæður, mælum lengdir og gerum fast tilboð. Uppsetning á hleðslustöð fyrir bíla tilkynningarskyld til Mannvirkjastofnunar, þannig að fólk sem setur upp á eigin vegum, það einhver rafvirkja, það þarf helst að, ef það ætlar að fylgja öllum reglum þá á það að tilkynna. Það þarf að senda inn tilkynningu. Hvað það verður lengi, kannski reiknar með að Mannvirkjastofnun vilji ekki eftir 4-5 ára fá fleiri þúsund beiðnir inn til sín. Þetta tiltölulega einföld græja en þeir núna þetta tilkynningarskyld sem eins og hlutar afkeyrir húsins og tilkynnt svipað eins og verið að bæta við greinatöflu eða einhvern stóran notanda. Og ef þeir vilja þá koma þeir og gera svona random úttekt. Þú getur að lenda í því að við hefum fengið tölvupóst frá Mannvirkjastofnun, þeir segja við ætlum að koma að taka út, við ætlum að taka út hjá Petri í þessu húsi og þá fer maður frá okkur, maður frá skoðunarstofu og hann tekur út stöðuna og sér hvort allt í lagi. En það sem við erum að gera upp á flugvelli núna, það sem sagt fyrsta bílaleigan sem að taka inn svona einhvern fjölda af stöðum og það svona heildarlaust. Þar tökum við inn nýjan stofn og nýjan stofn fyrir stöðarnar og fyrst í fasi voru 10 stöðar og helminguna út á staurum sem við sérsmíðum. En við erum semst núna bara á fullu að reyna að finna góða lausnir fyrir semst fjölbýlishús og fyrirtæki sem eru að hugsa margar stöðar. Og svo náttúrulega bara allt í þessu, það eru stöðar með mæla og ekki mæla og nettengda stöðar, hvernig borgar fyrirtæki að borga, fara í áskrift hjá einhverjum sem selur rafmagn og það ennþá svolítið svona óljóst hvernig það endar, það ekki mikið samkeppni eins og en samt einhver. Þá ætlum við að hlaða hérna. Hérna erum við á Fitjum hérna á hleðslustöð Orku náttúrunnar og við ætlum að nota CCS hraðhleðsluna 50 kW. Og hér eru leiðbeiningar. Stingdu í samband og berðu on-lykilinn á nemanum. Get ég borgað með korti? Nei, ég get ekki borgað með korti en við skulum prófa sjá hvernig þetta virkar. Og hérna á bílnum þá þetta CCS tengi og ég opna hérna fyrir hraðhleðslugáttina á bílnum og þá sting ég þessu hérna í samband. Þá kemur upp að tenging sé komin á. Til hvers eru þessi útmáðu QR-kóðar hérna.
Þetta er náttúrulega ekki alveg nógu gott. Hvað á maður að fá með því að skanna þessa QR-kóða inn? Og haltu kortinu þínu eða lykil fyrir framan lesarann. Undirbýr hleðslu, kemst afskiptum á í bílinn. Það er verið að byrja að hlaða. Þetta er svo sem ekki flókin prósess. Hér á skjánum sér maður að 0,1272 kWh afhentar á hálfri mínútu. Ég hefði viljað vita hvað þessir QR-kóðar gæfu mér. Auðvitað vil ég geta komið hérna og hlaðið á þess að vera með áskrift. Ég meina, er það eina leiðin til þess að kaupa sér orku hér á svona stöð? Að maður þarf að vera áskrifandi. Ég vil bara geta staðgreitt með kortinu mínu. En það væri gaman að heyra í þeim hjá Orku náttúrunnar og sjá svona hver framtíðarpæling þeirra er með svona stöðvar. Það er frekar erfitt að hlaða á svona hraðhleðslustöð hérna í Reykjanesbæ því að það er bara ein svona Orku náttúrunnar stöð. Síðan er ein upp á Leifsstöð og ég veit bara ekki fleiri sem takt er að komast í fyrir íbúa Reykjanesbæjar. Leiðréttið mig ef það er rangt hjá mér. Hvernig gengur uppbyggingin á hleðslunetinu á landsbyggðinni? Hún gengur alveg frekar hægt sko, en gengur alveg. Það er talsvert annað að setja upp 150 kW hleðslur heldur en 50 kW. Það sem 50 kW hleðslur rúmast oftast inn í einhvers staðar í skápakerfi á hverjum stað. En 150 kW þá þarf alltaf miklu stærri heimtaug, þar setur spenni og svo framvegis, þannig að það er bara miklu meiri framkvæmd. En nú getur til dæmis bíllinn sem við erum að prófa að tekja inn 125 kWh á klukkustund. Get ég einhvers staðar fengið svoleiðis hleðsluhraða í kringum landið ef ég er að ferðast? Já, við erum búin að opna svoleiðis stöð í Víðigerði, þar sem eru 2 svoleiðis stöðar. Nú getur verið 2 að hlaða svoleiðis í einu og svo getur við hlaða á Akureyri svo hratt. Og svo nærðu næstuð svo hratt í Varmahlíð líka. Og svo eru að fara að tínast inn fleiri svoleiðis. Nú er 65% af seldum bílunum á árunni nýorkubílar og má reikna með að stór hluti þeirra sé með rafmagnseinstungu. Ráðu við þessa þenslu eða hvernig líst ykkur á þróunina? Okkur líst bara mjög vel á þróunina. Það hefur alveg verið, þó að rafbílaspjallið kannski sé svolítið að þessi upptekna stöðvar, en þá eru bara ákveðnir svona punktar í kerfinu þar sem er mjög mikið álag, en almennt þá þola meira álag. En svo eru þessi nýju bílar sem eru að komast miklu lengra, þannig ef þú ert að fara héðan á Akureyri á þessum bílum, þá ertu bara að hlaða einu sinni í staðinn fyrir að fyrir 2 árum síðan þá var keyrt héðan og í Borgarnes og svo í Staðarskála og svo var haldið áfram. En núna getur þú bara keyrt frá Reykjavík og til dæmis á bílum sem þú ert á bara beint í til dæmis Víðigerði og þaðan kemst þú svo á Akureyri. Þannig að það þarf ekki að stoppa jafn oft, þannig að ekki jafn margar mínútur sem þarf að hraðahleðslu, þannig að þarf ekki jafn margar. Hvernig þjónustu veitið þið til dæmis eigendur rafbíla í fjölbýlishúsum? Eru þið að leigja stöðvarnar eða eitthvað svoleiðis? Við erum að fara með það í loftið, að bjóða upp á kerfi þar sem að húseigandinn kaupir í rauninni lagnir og allt svoleiðis. Ef það þarf að gera eitthvað við heimtaugar eða aðaltöflur þá borgar það innviði og svo getur þá hver íbúi leigt stöð inn í kerfið og svo hætt leigu ef hann flytur eða hvernig sem það er. Nú hefur Tesla sett upp ofurhraðahleðslu fyrir sína kúnna. Er það á dagskránni hjá ykkur að vera með einhverjar svoleiðis stöðvar til þess að þjóna einhverjum ákveðnum hópi? Við verðum bara að þjóna öllum Þannig að ofurhraðahleðslur, við erum að opna þessar 150 kW stöðvar og þær gera allar ráð fyrir stækkun. Þannig að þær eru allar þannig að það er hægt að setja í þær 350 kW. Og þá geta 2 bílar hlaðið í einu eða 1 á 350 kW. En það er ekki alveg eftirspurn eftir því núna, þannig að við ákveðum frekar í staðinn fyrir að fjárfesta mjög mikið á einum stað. Þá höfum við ákveðið að fjárfesta þó nokkuð á nokkrum stöðum svo þú komist ekki bara á einn stað og allir peningurum verður eftir þar. Nú eru 2 bílar á sömu hleðslustöð og þá deilist heildarafkastageta stöðvarinnar á 2 bíla. Er þetta eitthvað sem á eftir að breytast og það hratt? Ef þú ert að vitna í nýju stöðvarnar okkar, þá virka þær þannig að það eru að geta 2 hlaðið í einu og það er raun út af því að bílarnir hlaða almennt ekki á þessum hraða 125 nema í mjög lítinn tíma, kannski í 10 mínútur korter.
og svo lækkar hleðsluhraði mjög hratt. Þannig ef að þú kemur inn á hleðslustöðuna og tengir þig við, fær 125 kW, svo þú kannski bara farin að hlaða eftir 20 mínútur eða 25 mínútur, þá ertu bara komið niður í kannski 50-60 kW. Þannig að þetta deilikerfi á, held ég, öllum hraðhleðslum og það nýtir fjárfestinguna langbest, sko. Nú verðið í dag nokkuð ákjósanlegt. Haldið það muni lækka verðið með meiri eða stærri bílaflota? Það geti alveg gert það, sko. Og bara aukin notkun, þá færðu meira hraðar inn fyrir fjárfestingunni og sérstaklega eftir því sem að batteríin verða stærri og hlaðar hraðar, það alveg eitthvað sem gæti gerst, sko. Eitthvað sem þið getur náttúrulega skoðað til dæmis að þið farið á þessu stóru hraðhleðslur sem við erum með, þá sérðu á skjánum á henni hvað þú ert að hlaða hratt og þá getur þú fylgst með því hvernig hraðinn lækkar eftir því sem þú ert komin ofar. Já. Og hleðsluhegðun eins og hjá mér, ef ég að fara, fyrir kannski mjög oft einhvert út á land, ég að keyra á Kirkjubæjarklaustur, ég kemst alveg þangað, ég kemst ekki alveg tilbaka, en ég þarf ekki droslega mikla raforku til að komast tilbaka. Þannig að þegar ég fer á Kirkjubæjarklaustur, þá keyri ég alla leið þangað, hleð kannski þar, ef ekki. Ef ég hleð ekki þar, þá hleð ég bara í þann tíma sem ég vantar til að komast þangað sem ég að fara. Þannig það alltaf þessi mýta að þurfa að bíða eftir bílnum í klukkutíma. Það gerir það enginn sem búinn að keyra rafbíl í smá stund. Hann keyrir bara þangað sem hann að fara og svo eru svo góður kortin og allt í þessum bílum að ég kíki bara á mótundur, ekki mótundur, þetta er svona, kalt, ekki kalt og svo hleði ég bara þá kannski á Vík, í bara 20 mínútur. Bílinn langt frá því að vera fullur en hann kemst alla leið til Reykjavíkur og ég með svona 20% vikmark. Þannig að ef ég þarf eitthvað að gera þá veit ég get stoppað í hverju eitthvað. Þannig að ég aldrei að fullhlaða bílinn í hraðhleðslu nema ég sé í rauninni að vinna á stöðin og plugga honum í og skila hann eftir, sko. En ég aldrei að keyra héðan í Víðigerði ef ég var að fara á Akureyri, þá myndi ég bara hlaða nógu mikið þannig að ég kemst á Akureyri og hleð svo þar. Og eins og þú finnur það núna, þú hleður alltaf bara heima, ert ekkert á þessum hraðhleðslum. Og það svolítið trendi. Bílafjöldinni fer svona, hraðhleðslu kílóvattstundirnar ekki að fylgja. Það bara, þeir þurfa, og skiptin. Það ekki jafn, fyrstu bílarnir þurftu mest á þessu að halda. Þá keyrður þú kannski Keflavík, varst að lenda í mótvind á leiðinni heim og hraðhlóðst. Þú færir aldrei að hraðhlaða og keyrir Reykjavík á þessum bíl sem þú átt á núna og keyrir svo heim strax. Það ert ekki að hlaða. Þannig að þörfin minnkar, en hins vegar líka eykst notagildið. Og þá eykst þörfin bara því að þú ert farin að nota í að fara í fermingarveislu, út á land og svona. Þannig að þetta er breytt, sko. Og svo líka, bara hafa menn verið að heimta svolítið innviði, en þeir eru bara rosalega fáir bílarnir til að greiða fyrir þá alla. Þannig að við höfum ekki verið að opna einhverja hraðhleðslu eins og Tesla gerði, þar sem hún kostar alveg rosalega mikið og þá þurfum við að sleppa öllum hinum. Þannig að við höfum svona deilt þessu svolítið út, en þær eru rosalega öflugar. Þessi kassi sem er hérna fyrir utan getur aðeins 350 kW ef ég kaupi í hann bara kortin sem þarf, sko. Þau eru náttúrulega langmest stærsta fjárfestingin, þannig að við bara setjum svona kassa, tengjum hann allan. Þetta er tengt eins og frystihús, sko, það er svo stóra lagnir inn í þetta. Og svo bara þetta stækka þetta bara, ef þörfin kemur, sko. Og þá fjárfestum við þá. Og af því þú komst inn á Tesluna, þá til dæmis ef þú ert með fyrirtæki, Egill Skallagrímsson, þá getur ekki verið á Teslum og hlaðið í Staðarskála. Það ekki leyft fyrir... Það bara einstaklingar? Já, það bara fyrir einstaklingar en ekki fyrir fyrirtæki. Það þessi fair use policy sem þeir eru með, sko. Og þá mátti ekki vera með vinnubíla í því netverki, sko. Það sem segir okkur að það niðurgreitt, væntanlega. Því annars væri bara alltaf hangandi á þessum hleðslum og væri bara góðum prís, sko. Þannig að það einhver ástæði fyrir því að þeir vilja ekki að atvinnubílar séu í þessu. Því að þeir nota, við erum til dæmis geðið til í atvinnubílar nota þetta. Því þeir nota svo mikið rafmagn og er svo góðu viðskiptavinir, sko. Hversu margar hleðslustöðvar núna í ykkar neti? Hraðarhleðslur þá erum við með ca. 45 hraðarhleðslur í okkar neti. Við erum að setja upp langmest núna 150 kW hleðslur og stefnum á að setja upp svona, hvað ég að lofa þér, það fara örugglega upp svona 6 í ár. Það fer eftir bara hvernig gengur að byggja upp staðina og fá heimtugar og svo framvegis. Geta einkaaðilar sett upp stöðvar og selt rafmagn? Já, einkaaðilar geta sett upp stöðvar og selt rafmagn og það er heimild í raforkulögum fyrir því. Það má eiginlega segja að upplifunin við að keyra þennan bíl sem ég er búinn að vera á núna í 1,5 mánuð, eða tæpa 2 mánuði, er að
Það svona eins og þú sérst að borða svona Galaxy súkkulaði. Þetta svo mjúkt. Hann algjörlega hljóðlaus, sérstaklega ef maður keyrir bílinn bara niður í bæ og hann mjúkur, hann svona svífur áfram. Öðruvísi við bensín eða díselbíl, þarf aldrei að fara á bensínstöð. Bara aldrei. Það geðveikt. Ég bara sting honum í samband þegar ég kem heim á kvöldin. Ég ekki að hlaða í vinnu eða neitt svoleiðis. Þegar ég keyri innanbæjar þá keyri ég nú ekki mikið en sem sagt, ég bý í Reykjanesbæ þannig að ég þarf að aka hérna á milli. Og bíllinn að hlaða svona, ég hleð 80% af rafhlöðunni. Rafhlaðan tekur 77 kWh. Ef ég hleð 80% af þeim kilowattstundu þá ég að fara í svona 63 kW eitthvað svoleiðis. Og á þeim hann að koma svona 300 km miðað við veður og farið. Það hefur alveg 100% staðist og miðað við það ég sé að keyra sem sagt nota 20 kilowattstundir á 100 km þá stemmir það alveg að 20,6 þá ertu að fara svona 60 rúmlega 60 og eitthvað kilometra 62 km eitthvað svoleiðis. Þannig að það stenst alveg það sem bíllinn að segja mér. Svo getur þú dregið úr orkunotkunum með því að keyra bílinn alltaf bara alveg innan þeirra marka sem sagt Vaffeldt TPS-staðillinn segir, svo passar að fara ekki upp fyrir 70-80 eða ekkur bara í einhverju sérstöku hitastigi eða eitthvað svoleiðis. En auðvitað nota maður bara bílinn eins og maður þarf að nota hann. Og ég ekkert að spá í þau hvort það sé mótvindur eða meðvindur eða það sé blöyt gatan ég sé að keyra í einhverju hjólförum eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara svona cirka 20 kilowattstundir á hverju 100 km síðan ég fekk bílinn. Og það nægir mér bara til þess að vita alveg hvað ég kemst á honum. Svo maður bara að pæla þetta aftur þegar maður fer að ferðast á honum, eitthvað út á land. Þá skiptir máli að maður viti hvað hleðslustöðvarnar eru og það auðvelt að sjá það hérna í GPS-inu. Maður stillir það bara inn á GPS-i í bílnum og þá sér maður hvað hleðslunetið er. Easy peasy, þetta geggjað að vera á svona rafmagnsbíl. Þetta sko ekki neitt til að láta sér kvíða fyrir sko. Þetta bara frábært. Fyrir ökumann engin hætta. Kerfið er stöðugt að vakta sjálft sig. Þetta náttúrulega undir bílum. Alla lagnir eru skermaðar eða svona varðar þannig að ef einhver skemmd eða eitthvað er á lögnum að þá bara slekkur kerfið á. En inn í batterínu, leið og við viðgerðarmenn þurfum að fara inn í batteríið þá þurfum við að vera í hönskum, slopp og með hjálm af því að inn í batterínu er lífshættuleg spenna. Viðmið sem við vinnum út frá er jafnstraumur orðinn lífshættulegur við 60 volt og við erum með í þessu batteríi yfir 400 volt. Sjálft batteríið skipt upp í svona einingar, í þessu batteríi erum við með 9 einingar og við getum skipt eina einingu sér, það þarf aldrei að skipta allt batteríið. Þannig að við erum með þá relay eða rofa eða sem sjáum að tengja og aftengja batteríið. Þannig að eins og segja, ef eitthvað klikkar í ferlinu einhvers staðar þá er bara batteríið aftengt. Snýst allt að það sé ekki háspenna, eitthvað hættulegt, bíll lendir í tjóni og þá hluti af airbag-kerfinu að sprengja hér inni og rjúfa þar með háspennuna. Þannig að snýst svolítið að geta slökkt á háspenninu þegar við viljum slökkva á henni. Þannig að við erum með þessi relay eða rofa, plus og mínus. Við erum með stjórntölvu sem sér þá að mónitora batterín, bæði hitastig og spennu og stýra þá hleðslunni inn á. Við erum með önnur stjórnbók sem að sjá samskipti beint við módúlinn og vinna þá með þessari stjórntölvu að balansera þegar við erum að hlaða til dæmis að allar sellurnar séu jafnar því að það það sem við viljum náttúrulega alls ekki fá að ein sella sé á einhverjum öðrum stað en önnur og þá minnkar rýmdin í batteríinu. Þá það raun og veru besta sellan sem stoppar þegar við erum að hlaða og svo versta sem stoppar þegar við erum að tæma batteríið.
Já, segjum sem svo að því að þetta er svo vel pakkað inn hérna nýja típan okkar og þá finnst mér svo sjónrænt að sjá hérna eldri útgáfuna að hver og ein svona sella er 3,7 volt og svo er bara allar útgáfur á því eftir í hvað bíla það er hvort við eins og í e-Golf þá raðtengjum við 3 og hérna segi hliðtengjum við 3 og raðtengjum sem er yfir í næstu 3 sko. Og þannig ákvarðast bara hver spennan á batterinu eftir hvað við raðtengjum margar sellur. Þannig að voltatalan hækkar alltaf 3,7 volt eftir sem að við röðum fleiri upp. Segjum sem svo að bara ein sella bilar bara, þannig að hún fari bara, segjum að allar sellurnar séu 3,7 volt, ein sella fer niður í 3 volt. Þá er hún klárlega að halda aftur á öllu batteríinu. Hún bara, þú færð ekki fullt afl úr öllu batteríinu af því að við erum með þessa raðtengingu. Þannig að við getum skipt bara eitt svona módúl sko. Við förum aldrei í sjálfa selluna. Eins og við sjáum hér er þetta bara alveg pakkað inn. Hér getum við skipt eitt svona módúl sem eru 24 sellur. Hérna erum við bara með 6 í þessari tegund og algengst við erum með 12. Sjálfsögðu spannar þetta nú ekki mörg ár þar sem við erum búin að vera með rafmagnsbíla en allan að þessi ár sem við erum búin að vera með höfum við ekki verið að skipta batteri í heild sinni sko. Að það er hægt að finna örfá tilfelli þar sem við höfum skipt bara eins og sambarlegt eins og einu módúli sko. Hérna er mikill, það er rosalega styrkur og burður í, þetta er þá sem snýr á sílsanum og þetta er bara hluti af með þess að burðarvirki, hluti af burðarvirki bílsins sko, en já, í svona hliðartjóni hef ég ekki áhyggjur að því að við fáum tjónið inn í batteri sko. Alltaf myndum við þurfa að taka batteri úr til að rétta hann. Við myndum þurfa að opna og skipta þessi relay eða þessa rofa út af því að það er hluti af airbag-kerfinu. Það er svo sagt physically rofið með þá, sprengingu eða það er allavega, við tengjum ekki aftur með hugbúnaði. Það er hardware, því er rofið með svona ekkert ósvipað bara öryggi eða við getum því er brennt í sundur sko. Þannig að við getum skipt hvaða íhlut sem er sko. Þessa rofa við getum skipt stjórnboxið, módúlinn sér, stjórnboxinn sér, þannig að við fáum allt inn í þetta. Háð því að við erum komin með lífshættulega spennu að þið sjáið hvað þetta er vel einangrað hérna. Hér er brú á milli sem er að bera spennu. Þannig að ég þarf að hafa skrújárn og stinga hérna onni til þess að komast í spennuna. Sko. En það er ekki lengra þetta í hana. Sko. Við sjáum hérna í járnhausinn. Sko. Á milli þess að tveggja hausa hérna er þá yfir 400 volt. Sko. Og ekkert öryggi en eitt sem stoppar. Sko. Og þetta er það mikil spenna að ef ég snerti báða hlutinu þá slepp ég ekki. Sko. Að við erum með svona hinn og þessi verkfæri að leið og við þurfum að einhvers staðar að eiga við að skrúa eins og til dæmis boltahausana sem ég benti á áðan, það sem er háspenna, að þá notum við einangruð verkfæri. Við erum í slopp, við erum í hanska og einangruð verkfæri. Þannig að öryggisþættirnir eru ansi margir. Sko. Ef þú notar Supercharger networkið okkar og þá til dæmis eins og 250 kW stöðvarnar sem við erum í rauninni farin að setja upp, við komum með eina í Staðarskála, þá getur við hlaðið að því gefnu við bestu aðstæður vegna þess að þetta fer eftir til dæmis hitastigi, hvað í rauninni rafhlaðin er mikið undirbúin áður hún kemur á staðinn, að til dæmis Model 3 getur hlaðið á 5 mínútum upp í 120 km drægni. Þannig að þú ert búin að fá 120 km á 5 mínútum. En það er að því gefnu að batteríið sé klárt, að hitastigið sé við ákveðin skilyrði. Þannig að þetta er allavega hraðinn sem við getum fengið út úr stöðinni. Sko. Já, það eru ytri þættir sem í rauninni skipta máli
og þess vegna til dæmis mjög mikilvægt að batteríið sé klárt þegar það kemur í stöðina, til dæmis eftir nokkra tíma akstur, og að batterístaðan sé í rauninni nokkuð svona lág. Það tekur lengri tíma að hlaða þegar að til dæmis batterístaðan hærri. Þannig að til dæmis Teslan í rauninni batteríinu líður best og langmest móttækilegt ef það á bilinu 20 til 60%. Já, við mælum með því að til dæmis eins og Model 3 að þeir séu alltaf eða svona til daglegra nota að hann sé ekki hlaðinn meira en svona 80 til 90%. Það rauninni gert til þess að passa batteríið, passa rafhlöðuna. Ef að fólk þarf að nota 100% að þá það í góðu lagi, svona einstaka sinnum, en við bara mælum með því að gera það ekki alltaf. Þannig að til dæmis í okkar bílum að þá bara hægt að stilla í skjánum og í appinu hversu mikið þú getur, eða hvað þú vilt að þú hlaðir batteríið mikið, og 80 til 90% til daglegra nota bara feikilegt fyrir flesta, því að okkar bílar eru með allt upp undir 600 km drægni. Bíllinn má alveg fara í 100%. Það bara ástæðan fyrir því að við mælum ekki með því að fara í 100% alltaf til þess að vernda rafhlöðuna, og líka að þegar þú hleður í 100% að þá taka síðustu 10% mjög langan tíma. Og til dæmis ef þú fer á hraðhleðslustöð að þá í rauninni að fá mesta aflið eins og bara í rauninni á bilinu 20 til 80%. Þannig að síðustu 10% taka bara mjög langan tíma. Þetta svona eins og lögmálið að fylla glas, að þú byrjar hratt og svo þegar þú ætlar að hafa það alveg og þannig að sullist ekki yfir, þá þarf þetta að fara mjög varlega. Model 3 þeir geta hlaðið í hraðhleðslu á 250 kW og við venjulegar ef þú ert með bara venjulegar hleðslustöðvar eins og heima við, þá það 11 kW á einsfasa. Geta aðra gerðir rafmagnsbíla hlaðið á Tesla-stöðum? Nei. Supercharger netið okkar að fullu fjármagnað og kostað af Tesla, og það bara opið fyrir Tesla viðskiptavini. Þetta sömu prinsip sem gilda batteríin, en það sem kannski Tesla hefur fram yfir kannski marga aðra að Tesla bílarnir í rauninni hannaðir sem rafmagnsbílar alveg frá A til Ö. Þannig að í rauninni hefur Tesla bestað í rauninni orkunotkunina og hvernig bíllinn byggður, bæði með eins og drifbúnað, rafmagnsbúnað og í rauninni alla íhluti sem fara í bílinn í rauninni hannaði miðað við það að vera rafmagnsbíl, og þeir hafa bestað í rauninni hvernig til þess að ná fram bara hámarksdrægni og hámarksafkastagetu. Hvar eru þið núna að setja upp, eða hvar eru þið að setja upp háhraðahleðslustöðvar í dag? Já, við erum komin með eina stöð í Reykjavík, í Fossvogi, og við erum með eina í Staðarskála sem í rauninni 250 kW superchargerinn ennþá. Og svo erum við að vinna núna í mjög metnaðarfullu plani, og það núna í sumar ætlum við að vera búnir að setja niður á Akureyri, Egilsstöðum, Höfn, Kirkjubæjarklaustri, Hvolsvelli og í Reykjavík. Já, og þetta vonandi verður bara tilbúið bara sem fyrst. Ef þú átt rafmagnsbíl þá í rauninni lógískt að eiga heimahleðslustöð, og það bara að hlaða bílinn meðan hann í rauninni í stæði, hvort sem það heima eða á áfangastað, og halda bara bílnum alltaf eins og í Tesla á bilinu svona 60 til 80–90%, og bara í rauninni það í rauninni eina sem við mælum með, að það bara að hafa hann í sambandi þegar það hægt.